Ok, ég ætla að fara yfir bandvefslosun. Hún sennilega eitt af það mikilvægasta sem við gerum þegar við erum að æfa. Og maður ætti alltaf að byrja á þessu, fara í á bandvefsrúlluna og rúlla sig. Fyrir ykkur sem vitið ekki hvað bandvefsrúlla þá þetta hérna fyrir frammi. Það sem hún gerir, hún lengir á bandvefnum eða fasíunni sem utan vöðvana. Þegar bandvefurinn styttist, þá verðum við stífari, eins og sem þá styttast vöðvarnir og þar af leiðandi stíf. Út frá því getur komið mikið af stoðkerfisvandamálum sem má kannski rekja í bandvefinn. Þannig að til þess að lengja bandvefinn, þá þrennt sem þið getið gert til þess að lengja hann, eða jafnvel 4 atriði. 1, það bara teygja, bara venjulega stöðuteygju, þar sem maður vera beinn og heldur í. Svo eru hreyfiteygjur, þar sem ég hreyfi mig og teygji hérna og fer inn og út. Annað bandvefsrúllan. Hún teygir líka á bandinu. 3. væri þá nudd. Þá fari ég nudd í djúpsæðisnudd, það hjálpar að teygja bandvefinn. Og svo kannski 4. má ég segja að það eru æfingarnar sjálfar. Til dæmis ef þú ert að gera djúpa hnébbur með lélega tækni, passar upp á að vera með góða tækni en kemst ekki nógu djúpt. En þú ferð alltaf að passa upp á tæknina og hún sé rétt, hnén í sömu áttu tær. Og ef þú finnur fyrir teygja í innanverðu læri, þá ferðu inn í teygjuna og svo út úr henni. Eftir viku, ef þú gerir 50 hnébbur á dag, bara á eigin líkama, þá verður þú komið góða hnébbur. Mjög líklega ef það engin stórkostleg stytting í bandvefinn. Að þessu sögðu þá mjög mikilvægt að byrja alltaf á bandvefnsrúllunni. Þetta rosalega óþægilegt og mjög vont. Þegar maður búinn á henni, þá finnst maður eins og maður sé 1 tonni léttari. Og maður finnur þá líka að hún gerir eitthvað fyrir mann. Þannig að mikilvægast af öllu að rúlla sig 10-20 sinnum á hvert vöðva eða þá vöðva sem þið eru að fara að nota á æfingunni. Annað að lykilatriði í þessu, við erum að reyna að finna sársauka. Ef þið hafið farið í djúpsæðisnudd, þá hafið örugglega fundið einhvern sársauka í nuddinu. Ef þið finnið eitthvað álíka, þá mjög mikilvægt að halda sig við það, fara í gegnum það. Þetta verður eftir 5-10 daga þá verður allur sársauki farinn og hún ekkert að meiða neitt sérstaklega. Þegar því náð, það að segja ef þið eru búin að vera mjög slæm á rúllunni, þá erum við alltaf að leita af sársauka. Þeir eru búin að ná öllu niður, bandurinn eru lengri, ykkur líður vel á rúllunni, þá erum við reynur meira bara að leita af sársauka. Þá kannski þurfum við ekki að fara 10-20 ferðir, heldur meira bara að leita sársaukanum og ef þið finnið einhvern punkt, þá sitja á honum og í 10-20 sekúndur og rúlla svo yfir hann. Ef þið farið á vöðva þar sem þið finnið ekki neitt, ekkert að gera fyrir ykkur, það þýðir bara það að bandvefurinn í þokkalegu standi. Þá bara haldið áfram yfir á næsta. En aldrei, þó að hann sé góður í dag, þá ekki það með að hann verið góður eftir mánuð. Þannig að þið vilja alltaf byrja á að fara á rúlluna og rúlla þann skrokkin eða þá vöðva sem þið eru að fara að nota í æfingunni og leita. En ég mæli alltaf með því, ef þið eru að byrja, taka allan, alveg, þið eru að byrja á einhverju prógram eða nýkomin inn í salinn og eru bara að byrja að æfa, notið rúlluna og notið hana vel, ekki sleppa þessu. Hún hefur gríðarlega mikla þýðingu varðandi með meiðslaforvörn og fleira. Og bara líkamlega og andlega velvild. Ég mun gera fleiri myndbönd bandvefinn, en nú er ég búinn að útskýra það helsta. Þannig að tekja á bara næstu.